Þú ert nefnilega, sko, þú upp á sviði ert að gera soundeffekta með allt þetta tippi mitt Þetta Ég hef aldrei sagt tippi mitt Já, þegar þú segir svona eitthvað Já, svo fyrir að ríða Gjör alltaf eitthvað svona Svo vippa ég árum út Svona Má ég ekki horfa á TikTok eða? Jú, þetta eins og veist það verið tæknivesen Já. og allur þátturinn svona sem að ég á með, allt sem ég á með planað í dag. Þú getur ekki gert það? Nei, eiginlega ekki. Þetta nema þetta reddist einhvern veginn, sko. Ég held skemmtilegt að byrja að hlusta á podcast átt og gauðir bara kvarti við hvað það verður. Já, bara þátturinn í dag verður umöðulegur. Nei. Við getum hort á TikTok með Þóraldi. Er þetta bara að því að þú getur ekki gert eitthvað soundeffekta og það er eina sem þú ætlar að gera í ellu þættinum? Sko, ég skammast mín ekkert fyrir að segja já. En þú veist. Þú ætlar að klukkutíma þátt af soundeffektum. Ég gerði fullt af soundeffektum. Alveg mjög fyndum líka, sko. Og ekki það sem virkar? Þú veist, við sjáum til. Ok. En við getum samt byrja á einu sem við fórum ekki yfir í síðasta þætti. Ég skil ekki. Hvað var það? Það voru huge fréttir fyrir þig. Ok. Þú ert búin að vinna Grammy-verðlaun, basically. Veistu what? Hvað það tala um? Grammy? Já. Þú ert búin að vinna Grammy. Já, við erum ekkert búin að ræða þetta Grammy-dæmi. Nei. Það er rétt hjá þess. Já. Ég held að þú værir að segja mér að ég væri komin áfram með eitthvað. Nei. Ég var eitthvað, what? Þú ert búin að vinna Grammy-verðlaun. Af því að fólk les svona hálfa fyrirsögn. Já. Það er bara eitthvað, Arnóndaði eitthvað, Grammy eitthvað. Já, last þú þetta ekki eða ertu að tala um bara aðra? Ég er að tala um aðra, ég veit nákvæmlega hver staðan er. Já. Sko, fyrir það sem veit ekki, þá gafst þú út uppistandsýningu sem heitir Really Fat Kid from Some Town. Hvað sagði Hugh í gerða þetta? Fat guy from a really small town eitthvað. Little town from a fat kid. Já, eitthvað hann. Já, Big Small Town Kid, tjekkið á því. Jú. Og þetta var tekið upp af Stand Up Records. Stand Up Records, legit fyrirtæki, legit special, stoltur að þessu. Sem ég trúði ekki fyrir bara núna. Já, þú hérst að þetta væri bara eitthvað skæð. Þú ekki allir stofnað eitthvað fyrirtæki, skilur við. Já, en þú þekktir þetta fyrirtæki áður en að, jú. Aldrei heyrt. Þú ert að ljúga. Ég hef aldrei heyrt uppistandaður. Hvað helst þú verður að gera? Bara spjalla. Það er svona, fólk bara borga mér þetta er komið partí og... Ég er bara eitthvað að spjalla. Já, ég er að segja þetta. Ég er að reyna að vera reynskilinn. Nákvæmlega. Nei, já, og þeir senda inn svona til Grammy, þú veist, þeir eru að hugsa hver er allar að hver er verið tilnefndir, sko. Ég var alveg einn af þú veist 4 specialum í ár, sko, frá þeim. Og sendir inn umsókn fyrir alla. Sendir á bara inn. Hann sendi á mig, þú veist, skilabóð fyrir 2 mánuði síðan. Bara hvað er símanum er rétt? Símanum er rétt. Og hann bara eitthvað svona, ég er að senda inn fyrir Grammy. Ég bara, þú veist, bara, þú veist, ég geta fyrir alla. Og síðan komst ég bara áfram. Bara fyrsta lota, fyrsta umferð. Já, basically. Þetta er eitthvað svona, ég líka, sko, hann sagði mér ég mætti, eða eitthvað, ég sko, mætti eða ekki segja allar upplýsingar sem hann var að gefa mér. Ok, sem þú búin að gera, að þú bara á Íslandi og það er öllum sama. Eiginlega, sko. Ekki okkur ekki sama. Nei, okkur ekki sama. En þetta er meira... öðrum sama hvað okkur finnst. Nákvæmlega. Þetta er meira að hugsa, sko, fyrir, ef að ég segi of mikið og einhver í Grammy dæminu kemst að því að ég er bara eitthvað að bladur það. Flestir að horfa þennan podcast átt, sko. Ég veit það. Hey Grammys. Sup Grammys. Ég kan tala ömmur. Já. En hann sendi inn og sagði mig, þú veist, ég mætti eða ekkert segja of mikið, af því að þeir geta séð hvað ég er að segja. Og ef ég er að gefa mikið upplýsingum þá taka það mig bara úr. Þú er búin að hefðilega þeirra möguleika á að vinna þetta.
Þú varst að fara að vinna þetta. Nei, það er ekki séns að ég segja bara, þú veist, Louis C.K. vann í fyrra, sko. Já. Ég ekkert, nei. Já, þú ert að fara að vinna Chappelle og Louis C.K. Hverju voru með... And the winner is a really fat, weird kid from a strange little town. Þau fokkum titlir fyrir líka. Þú ert að lesa það blaði. Hvað er í gangi? Hvað spesial er þetta? Hvernig veit ekki nafnið, maður? Þú ert að lesa það. Þetta er í stóru stöðuna fyrir hann. En þú veist, veistu hvað hverjir megi að senda inn, skilur? Getur þú bara, get ég tekið upp sýningu bara og setja hann á YouTube? Ég held að hver sem getur sendt inn umsókn. Mér finnst svona að ég ætti að vinna Grammy. Það eru örugglega einhver skilyrði, fattaru. En hlýtur að vera eitthvað svona. Það alveg slatta umsóknum sem komast ekkert inn, fattaru. Hlýtur að vera, þú veist, eins og þetta sé á vegum fyrirtækisins, skilur. Þú veist, það stand-up records þegar senda þetta inn. Það getur ekki verið bara einhver nonni úr Vesturbænum, skilur, bara taka upp. Nei, þú ert örugglega að vera með eitthvað fyrirtæki, sko. Já. En svo örugglega fullt af einhverjum bara svona private labels sem að senda eitthvað inn, fattaru. Svo örugglega að vinna við þetta bara, þú veist að horfa á öll þessu uppistönd sem sendin. Já. Þú veist, bara þetta, þitt verður ekki sendir inn 4 spesiala. Já. Svo þú veist, öll hinn. Já. Og svo líka, þetta er ekki bara þetta er tónlist, sko. Það er mikið meira tónlist á núti heldur en uppistandi. Já, já. Þannig að þetta er fullt af tónlist sem fólk þarf að hlusta á. Basically, það er ekki örgulega margir sem bara, hvernig getur uppistand verið tilnæmt til Grammy veluna. Þannig að þú gefur þetta út á Spotify. Þá er þetta eins og þetta er hljóð, þetta er ekki beint verið að er það ekki þá svona tæknilega séð þetta gafst út plötu. Já, þetta er plata. Þetta er það sem eru svona aðalega hugsað þegar þeir eru á framleiða, sko. Og vídeóð er bara svona eitthvað til vara, sko. Þannig að þegar við hugsaum spesiala þá vera meira visual, en stand-up records er að gera meira bara svona albums, svona plötur. Þannig að hann sendið inn sem plötu. Og við bara ég veit að þetta er ekki að fara neitt lengra, sko. En gaman samt að vera komið svo langt. Ok. Ég meina, þú veist, alveg rétt hjá þér, skilur. Akkur þú leiður? Þetta er nei, bara, þú veist... Veist ekki nafnið á spesialum? Það er bara leiður hvað þú veist, er svona talaðið niður, skilur. Ég er ekki að tala þetta er geðvegt. Ég er komin á... Þú átt enga séns. Erðu? Hætti að vera hrókafull. What the fuck? Hvernig á mér að líða þá þetta? Það er bara enga tilfinningar. Nei, þetta er náttúrulega bara geggjað. Þannig að bara til hamingju. Já, takk kærlega fyrir það. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig mér að líðum þetta mér, ég er mjög sáttur. Já. Þetta er bara flott svona til vekja athygli á nei. Er það komið í gegn eða? Nei. Allir soundeffektarnir þínir. Já, við ætlum að hlusta á Big Small Town Kid. Hvað er það? Ég var alltaf veist Fuck Akkur var eitthvað leyninúmer að ringi í mig? Já, það er góð spurning. Þú ætlar að svara því. Var það að ringja núna? Herðu, ég er að fá... Ætlar að tengja hérna við soundboardið? Nei, ég var að fá minnskilabóð. Frá Hemma. Hemma frænda? Já. Hvað er bókin? Nei, sko, þú er eitthvað dulmál. Þetta er eitthvað frammi, eitthvað. Já, þetta er ekkert hérna inni, sko. Þeir halda að við nennum þessu. Djöfull er þetta fyndið, maður. 101, segir hann. Já. Dulmál 1600 til 1900. Þetta er orðið vesen. Þetta er orðið alltaf mikið leikur. Það er bara block number, sorry. Þetta er ráðgátum. Þetta er samt gaman. En ég hefði viljað vita þessu aðeins fyrir, sko. Við erum ekki að fara fram að því við getum ekki tekið podcasti fram við. Nei, nákvæmlega. Við verðum að bara tjekka á svo eftir þáttinn. Kannski verið smá samhengi ef einhver er að hlusta á núna bara veit ekkert hvað er gangi. Það eru í mega bífi. Við Hemma frændans Þórhall. Nei, það er podcast sem heitir Hemmi frændi og þeir hafa verið að skilja eftir svona vísbendingar hjá okkur í félagi bóketna og eitthvað svona. Þeir eru algjörðu svona grallarar. Þeir eru prakkaragrallarar. Já, þeir eru algjörðu svona spöggrallarar. En núna komður, sko, bókin var alltaf bara hér.
það var ekkert vesen fyrir okkur bara að opna bókina og færi þetta eitthvað, hvað hét hún? Nei, en þetta var að hérna, opna þetta Þóroddur. Ég sá að það var eitthvað annað á milli, sko. Þetta alveg les. Já, alltaf þetta sé síðan í síðustu viku. Já, því við komumst ekki hérna. Nei, náttúrulega hún tók með Hugh í síðasta þetta. Það er aftur hérna bara vel innsigla. Hann þú veist, hann að panta þetta netinu, bara vaks og held hann sé bara atvinnulegs og hafa ekkert að gera. Hvað í gangi hérna? Hver að vaksa bréfin sin? Reikningur upp á 500 krónur. Ok, borgumann. Það fyndið djók, borga reikningana hjá einhverjum öðrum. Sko það eitthvað númer og hvað stendur á þessu? Memo. Did you get the memo? Þú sé Office Space. Hvar draumurinn? Til Bjarna. Kæru, býttu, þetta ekki til okkar. Hvar draumurinn? Býttu, Steppi. Ok, guys. Ég held að það sé komið þriðji aðili inn í hann leik. Einhver hlustandi. Hvað að gerast? Hvað stendur þetta? Stendur ekki til Bjarna? Til Bjarna Jóns, heitir hann Bjarni Jón? Hann, þú veist, heitir sko Kærustu kveðjur Steppi Hilmas, hvað draumurinn? Já. Steppi Hilmas komin inn í þetta? Hann, þú veist, já Björn Benedikt Silfur, ok. Þetta eitthvað vesen maður. Ég nenni ekki samt í þessu. Þetta er röglega, sko. Já. En reyndu samt að finna eitthvað út úr þessu á meðan ég að finna út úr þessu. Finna út úr hverju? Ég veit það ekki. Hvað draumurinn? Já, hvað draumurinn? Hann faldir nammi fyrir okkur. Steppi Hilmas. Ég búin að segja, ég sagði Steppi komin inn í þetta. Sorry, ég var ekki að hlusta. Nei, ég veit það. Ok, hvað draumurinn með hljómsveitin Sálans Jónsmíns sem fræg saga, Sálans Jónsmín. Eitthvað bók hérna sem heitir Sálans Jónsmín? Fyrsta fræga mannskja sem ég sá var Steppi Hilmas í Vídeólegu á Akureyri, þú veist, 2003 eða eitthvað. Ég frikkaði út. Sástu brókin hans? Hann var að lega klámsbólu. Nei. Ég var að lega klámsbólu. Nei. Ok. En við höfum örgulega reyna að finna bókina sögunum Sálans Jónsmíns. Já. Þetta er orðið ykkur verkefni og eitthvað. Hook it up. Ég nenni þess ekki. Ég var hlusta Sálans Jónsmíns. Þið er ekki að gera nála þess að við erum að byggja að gera. Þeir eru fann að hlusta Sálans Jónsmíns. Sorry, ég er upptekinn á öðru hundir. Ég ætla að byggja alla afsökun á því hvað upptekinn. Já, þú út af hverju soundeffektum. Nei, ekkert bara soundeffekt. Þetta er sko, ég skal bara þetta ekkert bara einhver sound effects. Ég tengdu við Bluetooth. Já, þú getur gert það, já. Ég núna, býtu, ég að tengjast. Ég að tengjast lífinu. Ask me about my winner. Þetta kom inn. Baby. What? Núna getur þátturinn byrja. Núna, eftir hálftíma. Velkomin í Láttu ekki svona, þar sem ráðgátur eru leystar. Nei. Við erum ekki búin að við náum aldrei að leysa ráðgátur. Ég sagði það. Þú ert bara með klukkutíma af þessu. Þú ert að segja svona eitt stikkorð og svo sound effect. Segðu eitthvað ógeðslegt orð. Jóla. Jóla. Better luck next time, fuckboy. Wow. Þetta er alveg gott, sko. Þetta er gott shit. Þetta er Ága. Er ekki aldrei sorglegt, ég var að koma að staði, ég er ekki fyndin nema ég sem einhver sound effects. Jú, það er pínu. Þú heldur þú setja að fara inn að Grammy-verðlunum. Já, gaur, ég átt að bæta sound effects. Big fat kid. Ok, þetta er bara sálir dauðra barna. Hvað? Já, þetta átt að vera svona eitthvað svona fólk að búa, sko. Ok, þetta hljómaði eins og bara sálir, bara týnda sálir ykkur barna sem voru myrt. Hérna er týnd sál. Blow on my nipples, motherfucker. Þetta var cool gaur. Hver sagði þetta? I have a pretty huge dog.
Wow. Já, Hugh alltaf að monta sig Hann alltaf að monta sig. Já. Man segir alltaf svona, blessaður, Hugh, hvað að frétta þér? Wow, ok. Hvað meina með því? Bendir alltaf niður. I have a pretty huge dog. Ok, Hugh, en þú veist, bara hvað svona frétt í lífinu, skilur? Oh my god. Herri, ég ætla að taka yfir. Já, takk yfir. Ég búinn með alla mína brandari í dag. Vinna mín búinn. Herri, ég ekki tengdu við. Að því þú tókst yfir. Þá ætla ég að tengjast. Já, getum við ekki báð yfir á saman tíma? Greinilega ekki. Ekki? Það er bara pláss fyrir þig og þína sound-effekta. Blow on my nipples, motherfucker. Eriola! Svali Guður. Yeah. Æ. Já. Nei, ég ætlaði bara... Þú varst að gefa út nýtt lag. Þetta þú? Þóruður, er þetta ekki á Spotify? Jú. Ég er með Spotify opið. Já, what? Það talum. Ég er ekki búinn að hlusta á nýja lagi. Hvað er að þér, maður? Hei! Hann er kallinn. Þú bara poppar hérna fyrst. Ég er svo vinsæll. Þeir vita bara. Þetta er algoritmin. Þeir vita sko hvað þú vilt heyra. Allir fá klamedíu. Já. Það er því þú nýbúin að fá klamedíu og þá bara algoritmin veit það. Hei. Hættu þessu algoritmi. Það sé ekki hann Þór alltaf. Did you know that getting chlamydia in Iceland is so common that they call it the Reykjavik handshake? Ask me about my wiener! Það ekki? Akkur svona látt í þessu. Já, þetta er eitthvað möfla soundið hérna. Já. Hljóðið er eitthvað skrítið. Já, hlustu bara viðlagið, það er svo fallegt. Það er svona djúp merking og pæling. Vilt enginn sound effects? Allir fá klamidíu, allir fá klamidíu, allir á Íslandi fá klamidíu, allir fá klamidíu, allir fá klamidíu, allir fá klamidíu, allir á Íslandi fá klamidíu. Vel gert, Þór. Þakka fyrir. Þetta er mjög þórhaldslegt lag líka. Já. Hvað málum með því á klamidíu? Hversu oft hefur þú fengið klamidíu? Bara einu sinni. Einu sinni? Já. Og það var þegar þú mistið smita for real? Já, það er bara sönsaga. Og svo bara einhvern veginn virðist fólk tengja mjög mikið við klamidíu brandara. Þar því að þú segir stanslaust að klamidíu brandara. Já. Alveg núna í, þú veist, 15 ára. Þetta er bara þema. Ég bara klamidíu þema. Já, ekki vera að kenna öðru fólki. Þetta er þér að kenna þér. Þú talar endalaust að vera með klamidíu og allir með klamidíu. Við tölum þetta síðast en þegar við vorum að gigga saman og þú bendir á eldgamla konu sem var kortri dauð og sagðir hún kom með klamidíu til Ísland. Þú kendir henni að koma með klamidíu til Ísland frá Danmörku. Og hún neitaði ekki. Það er reyndar rétt. Hún vissi upp á sig sökina. Já. Og svo öskraði Þórhallur. Ask me about my wiener! Þórhallur fekk að ríða. Donero. Já. Þetta er það sem að ég er. Það er eitthvað að. Hvað ertu að segja með mér? Þú ert klamidíu-gaurinn. Herðu, ég er bara grínast. Ég líka, hvað? En á ég segja frá því ég fekk klamidíu, þið getið það. Endilega. Í smáatriðum. Í smáatriðum? Já. Ok, þetta var fyrst skipti sem ég var með stúlku. Eriola! Já. Og þetta var pick-up hljónum mín. Eriola! Fyrsta skipti sem varst með stúlku. Já. Hvað var hún gömul? Hún var 1 ára eldri en ég. What? Ég var playa. Oh my god. Hún var 15 ára og ég var 14 ára. Ok, já. Að sko, ef ég byrjaði að segja hún var 15 ára, þá hefur eitthvað bla bla. En ég var 14, skilu. Já. Hún var eldri kona, hún var cougar. 15 ára cougar. Já. I like it. Ok. Eða þú veist, já. Halda áfram. Og svo bara sváum við saman. Og það tók ekki langa tíma. Nei, þú segir 5 sekundur og svo Ariola! Og 5 sekundur reglan. Já.
og ég fekk klamydíu og hún tjáði mér það hún fór til læknis og hún sagði, herðu ég svaf hjá svona latta og hann sló hann hlýtur með klamydíu þóttu þessi fyrst skiptið hans hann virðist að fæðist með klamydíu og en sko málið var, ég var bara 14 ára og hún náði að redda pillum fyrir mig ég þurfti ekki að segja foreldri minni frá þessu það alveg vel gert hjá þér hún náði einhvern veginn að sníka auka þú sagði bara ég með ógeðslega mikið að klamydíu ég með ekstra ég kom með klamydíu í bossa ég fengið 2-faldan skamt þau bara dældi í hana og hún bara var að dreifast út allt hverfið allan bæ bara allir klamydíu lausir þennan dag það næs þannig að fyrst klamydíu einu sinni og síðan ertu ekki búin að fara í tjekk síðan nei, ok en þú tjekkar ekki, það var ekki með það þú skrifa brandar þú að fá klamydíu og síðan ferði í kóalabeitin og verð alveg hinn með á nöttin sko og talar klamydíu það var klamydíu faraldur í Ástralíu það voru sko kóalabeitin voru degi á klamydíu já, þú tekur svo nærri þú vorkin í kóalabeitin nei, mér bara finnst þess að þú sért að segja að ég sé bara búið til skilju já, nei, ég er bara að segja þú veist, það er flest allir sem hefur heyrt þetta bara eitthvað, wow en þú bara, já ég klamdi ykkur ég er náttúrulega svaf hjá kóalabinni var hann 15 ára hvað verða kóalabinni gamli er það ekki 15 ára kóalabinn kannski er það bara eitthvað svona eins og nýræður veit það ekki var þetta kólabjörn þetta var kólabjörn að fá klamydíu þetta er kólabjörn að fá klamydíu kólabjörn sagði kólabjörn hérna er eldgamall kólabjörn alveg 15 ára gömul að fá klamydíu I have a pretty huge dog Hugh þú að skipta þér að þessu oh my god Koala Ariola Þetta er svo mikið fyllis Þetta er bara einn þáttur á hverju soundafættu við erum báði í fjölskyldu við erum eitthvað, ég þarf að fara að taka upp podcast já, ok hvernig gekk, hvað voru það að gera hvað töluðum við um við töluðum ekki neitt við gerðum I have a pretty huge dong Ariola alltaf fram þú veist, konum mín var að segja eitthvað þú veist, fólk er að spyrja mig eitthvað þóruðum við eitthvað þátt, já, hvað er hann hún sagði, ég get ekki svarað hvernig þá ég að svara with that gay shit nigga fuck out of here fuck you mean fuck boy já, ég sko, já getum við einhvern veginn grætt á þessum soundafættu getum við svona selt á eða eitthvað ég veit, ég keipti þetta alveg á $40 sko. nei, þetta er einhvern pening í þetta já, og ég spurði þig ekki eins og eitthvað svona hei, viltu splittis með mér að því ég hef sagt nei já, að ég líka, ég ætla að eiga þetta í lífi þetta var ekkert svona eitthvað bara fyrir þáttir já, þú vilt bara gera þetta einn heima þér þetta er bara fyrir mig, þetta er bara hobby ja, þú veist, ég vil ekki ertu hættur að safna útrunnu klingi not my titty hvað segir þið? ertu hættur að safna útrunnu klingi og farin að safna soundafættum þetta er ódýrara miss me with that gay shit nigga fuck out of here fuck you mean fuck boy blow on my nipples motherfucker Þórhallur hvað að gera? hvar er draumurinn? já, herðu, við þurfum að leysa hvar er draumurinn? við þurfum að leysa ráðgátum það er engin maður stökk við það ok, hringdu í þetta númer hérna já ef þetta er Stebbi Hilmars alltaf þetta nei, ég fari inn á já.is já, byrjum á því það eru eitthvað ég látum ekki plata okkur svona nei, ná okkur ekki ég veit ekki, ekki svona ekki að segja þessi númeru þið gefið okkur einhverjar vísbendingar og við segjum bara miss me with that gay shit nigga fuck out of here fuck you mean fuck boy já, við segjum þetta alltaf þetta var Þórhallur bara það er lí hvað er númer? ask me about my wiener já, ask me about my wiener gaur ég náði þetta prógram í töluna já og ég er með svona keybinds
Þannig ég get valið, þú veist, bara stafi eins og sér hérna, ask me about my wiener 1 er A. Ask me about my wiener 1. Ask me about my wiener 2 er S. Og þú veist, bara til að fólk viti allega að spila, þú veist, hérna er A. Ask me about my wiener. Hérna er S. Ask me about my wiener. Og þegar ég, þó ég loki þessu prógrami og fer bara í, hérna, þú veist, allt saman og loka öllu og er ekkert opið, þá er þetta samt ennþá tengt við lyklaborðið mitt. Er það ásökunni? Nei, ég googlaði og þá byrjaði bara einhver ógeðslega sound effects. Erjóla! Better luck. I have a pretty huge dog. Bara þegar þú ert að reyna að skrifa Já, bara þegar ég er að skrifa eitthvað í sakleysinu mínu, þá byrja bara eitthvað rugl. Better luck next time, fuckboy. Hvað er númerið? Það hérna, byrja á gemsanúmerinu hérna. Já, ég er ekki með neðan að keybind fyrir, já þetta númer. Já, ok. 8-5 eitthvað. 8-5, þetta var segið í beinni. Nei, ég var að segja það, við skulum ekki segja það upp átt. Kannski er þetta actually Stebbi Hilmas. Ég finn ekki þetta á... Ok. Nei, býtu. Gerðu rétt. Ekkert hér, sko. Og... Björn Benedikt. Ok, hver er Björn Benedikt? Björn Benedikt, það er inn að leikarinn úr Fósbræðum. Nei, hann heitir Benedikt. Já, ég er nokkuð sem hann heitir inn að... Eitthvað hann er. Hann heitir ekki Björn Benedikt, hann heitir bara Benedikt. Já, nei. Erlingsson. Hann var með Ísland. Bergur Ebbi. Björn, hann að... Bragi. Snerti kólabjörn á Akureyri. Það er Björn Bragi. Ekki það svo rétt. Ég var að hugsa Helga Braga. Herri, ég Erjóla! Þetta er búin að prófa bæði. Já, ég prófaði bæði og ekkert. Já, þetta er bara rugl. Ég held það, sko. Já. Má ég sjá samt aftur. Ég er ekkert búin að vera að einbytta mér að þessu. Svo leiðu ég einbytta mér að þessu og ég fara að leysa ráðgætu. Ég er eins og Sherlock Holmes. Þú veist, átt að vera einhver livjum og þú ert ekki að taka þig inn. Það er að ég há til þau. Ertu ekki að taka þig? Já, ég held það. Nennir að taka þig? Ekki núna, klukkan er 6. Já, ég meina bara sko almennt. Nennir að taka þig bara. Kærustu kveðjur. Kærustu, býttu. Við vorum að tala um... Þetta er kærstæðin. Kærstæðin hluta þessu. Það sé klamidía á þessu. Þetta lítur út bara eins og klamidía í blaðformi. Better luck next time, fuckboy. Hvað heita þér í hemma? Þeir heita... Er þetta Bjarni og hérna hann Einar. Hver er þá Stebbi? Stebbi Hilmas. Nei, býttu, hérna, er þetta frá þeim? Þetta var inn í þessu. Þarf einhver kíkt á myndina aftur? Það gæti verið að þú þurfi bara að hoppa fram og kíka... Hvað, þú bara íta á okkur hérna... Á ég að logga mig af soundboardinu? Ég hef ekki að hringi í bæna bara. Jú. Þannig að það verða allir, sko, við erum allir að fara að unsubscriba. Já, sjálfsög. Hver nennir þessu rugli? Okay, þetta er það sem ég er að tala um. Þetta var ekki ég er ekki að reyna að vera fyndin. Þetta er bara talva mín að vera... Nei, þú er búin að eyðir ekki tölvuna þeirna. Ég er búin að disconnecta Bluetooth. Ég get ekki gert fleiri sound effects. Nei. Og núna er allir að unsubscriba. Já. Skil ykkur mjög vel. Já, það verði engin sound effects lengur. Ég er að segja að þau eru unsubscriba því að verði engin sound effects það sem eftir er að þættinu. En tengdu Bluetooth við. Við erum að fara að tala upp Bjarni. Audio configuration error. Oh my god. Já, allir elska sound effects sem ég þóruður. Það? Allir bara í heilan klukkutíma bara ding boing. Já, ég var að reyna Erjóla! Sérðu, hún veit ekki hvað að segja því ég er ekki með sound effects til að backa mig upp. Já, þú getur ekki farið gegnum lífið bara áns að vera ekki með þú virkar ekki að því þú ert ekki með sound effects. Ask me about my wiener! Já, þetta er ekki hægt. Akkur ekki? Þetta er ekki hægt. Why? Ætlar þú að hringi í hann eða? Sko Já Hringdi í leinnúmeri, getur þú hringt í leinnúmeri tilbaka? Nei, þetta lítur á hann. Þetta er Já, þú varst með hérna Halló Hæ, Er þetta Hermann frendi? þetta er Hemmi Frendi Hotline. yeah. Er það komið skiptiborð? Ekki.
Þetta er svo Nei. Þetta er svo rugl þáttur þetta maður. Varst þú að ringja leyninúmeri á það? Varst það að ringja leyninúmeri í hann Þórhall? Hann er skítræddur við leyninúmer og allt það sem er leyni. Nei. En ég sendi hann skilabóð. Ég fengi skilabóð henni. Og það var á saman tíma og var að ringja. Varst ekki að ringja neitt? Nei, ég sendi bara svona skilabóð. Ég fattaði sko, ég sendi Arnóri fyrst, en síminn hans er náttúrulega líka mynda. Já, síminn minn er myndavel, já. Já. Þannig að það er einhver annar ringið með leyninúmeri, ok. Já, það er fenguðu síðustu, að ég heyrði ekkert í ykkur síðast, en það er fenguðu síðustu skilabóð. Nei, það var vesenum, við komumst ekkert á bókasafni síðustu viku, sko. Já, við þurfum að taka upp heima hjá. En við vorum að finna núna, hvað er draumurinn? Ok. Erum við einni viku eftir á sem sagt? Já, en það er alltaf, það er bara að gera þetta áhugaverðara. Já. Svo er eitthvað númer fyrir Björn Benedikt. Já, gleymið því bara. Ég hafði ekki þið hefðu hringt í þetta númer nefnilega í skilta þenni. Já, og hvað var númerið núna? Hvað var númerið? Já, er allt í lagi með hann að kalla það? Ég veit bara ekki, ég veit ekki hver þetta er. Mér grunar að, sko, þetta er sem sagt miði sem greinlega pappi minn eða frendi minn eða einhver var með í vasanum. Þegar við vorum sem sagt á þarna Reykjavíkur flugvelli þegar ég var hérna lítill og lítill strákur. Nú, ok. Já, og sko hérna málið er að Stefán Hilmarsson, söngvari, Vigdís, söngvari þjóðarinnar, einn af þeim, hann var hérna líka. Er þetta eigirandi áriðum frá Stebba Hilmars? Þetta er eigirandi áriðum frá Stebba Hilmars. Til Bjarna Jóns kærustu kveðju Stebbi. Hver skilur svona eftir hérna bara eitthvað til að... Þetta er, veistu hvað, þetta er verðmætt? Já, hann teiknaði kall. Þetta er til ykkar strákar. Það byggir þessu svo góð skilabóð, sko. Eru þið búin að finna drauminn ykkar, strákar? Við erum að leita hann. Sálin hans Jóns míns. Ég held að draumurinn minn var í sound effects, en ég veit ekki. Það er martrur fyrir aðra. Nei. En draumurinn okkar er náttúrulega bara að tala við ykkur í þættinum okkar. Já. Hver eru fleiri á línur eða? Halló? Nei. Þetta er bara við tveir. Nei. Já, ég tala náttúrulega fyrir höndlinga Einars og svona. En hérna... Við erum með Stebba Hilmars á línunni. Nei, Stebbi Hilmars, hann gaf ekkert númerið sitt þetta. Það er fyrir Nei. Það var eitthvað lítill strákur. Við vorum að lesa of mikið í þetta. Við vorum að lesa of mikið. Það er það sem við að gerum. Þetta var í gamla daga þegar maður bara svona tók upp einhverja miða á vasanum. Hey, skrifað á þetta! Þetta er Hilmars, maður! Þetta er náttúrulega reynda geggja, sko. Þetta er galið, sko. Þetta er bara actually eigin að frá Stebba Hilmars, sko. Þetta er töff, en þetta er samt ekki, þú veist, fyrir okkur. Það er sem... En ef þið eignast einhvern tímann bad, þá getið þið skipta Bjarni. Já. Og bara þú veist í höfuð á mér og gefið viðkomandi pappi þessa eiginadröðu. Ég bara er að fara að breyta nafninu á sinni mér. Já, ég ætlaði ekkert að stinga upp á þig. Já. Bara barnið mitt mun heita Bjarni Jóns nú hér eftir. Bjarni Hilmars. Jep. Það er þetta. Þessi sonur, bróðir Stebba Hilmars þá? Já. Já. Hvað er það? Já, ætlaði ekki bara. Það komið tími til að þú vitir að þú ert bróðir Stebba Hilmars. Þetta er geggjugjöf. Þetta er bara besta sem ég séð á ævi minni. Já, þetta er rosa töff. Ég trúi líka á að setja tíma þessi okkur, að því að við erum bara, þú veist, við erum örugglega að fá tíni þessu bara núna, sko. Í búnatíni. Það er ekki eins og ég hef setið á þessu eins og gulli eða einhverju, skilju. Ég er ekki svona veraldlegur maður. Ég lít frekar á boðskapinn og tileinka mér hann inn í hjarta mitt. Og ég, kannski annað en tíðir en að leita mínum draumi. Það er rétt. Þú ert miklu betri manneski en við. Það er miklu betri. Það verður að nota soundboardið á mig þetta. Já. Býtu, heyrið þú þetta? Já, veistu, ég verð að segja það. Jú, ég heyri það. Veistu, ég veit ekki hversu oft ég bara gelti af hlátri þarna með þetta soundboard takkana sem ég fundið þetta í síðasta þætti. Já, göðdeildin. Já, þú ert að elska þennan þá, Bjarni.
Ég downloadaði soundboard í tölvuna mína. Arnór Daði núna búin að vera með soundeffekta í svona klukkutíma. Þetta Fuck yeah! Er ég overdue? Nei, alls ekki. Þetta skjálfilegt. Þetta geðveitt maður. Ég elska að sést svona soundboard þarna og svo. Ég það ekki, ég bara, þessi geðdeildar gæi, hann svo geggjaður, þið buttu því svo mikið lökkupott, sko. Nákvæmlega. Að því soundboardið var búið að vera svolítið svona hit and miss. Nákvæmlega. En ég hló að öllu geðdeildarteiti og þeir voru mjög on cue með það. Takk maður, takk. En geðdeildin virðist vera horfin hérna núna. Anskotin. Við eigum þú allan alltaf þáttinn. Já, þið samplið þetta bara, samplið þetta og endurnýtið þetta. Nákvæmlega. Já. En já, Arnór, ég vildi líka bara segja innan til hamingju með þarna Grammy tilnefninguna. Já, takk spennandi. Takk fyrir það. Gaman að heyra, þetta er spennandi. En ég vil að spyrja það einu. Hvað heitir specialinn hans Arnór Daða? Bjarni, ekki fókusu. Hvað heitir hann? Ok. Googla það bara. Kid Small Town. Kid Small Town Big Kid. Kid Big Town Small Man. Þetta grínast! Það næri helgin! Af hverju ekki? Þetta allt mikið. Smallest kid you know. Smallest kid. Þú veist kjátt þetta maður? Þetta er Big Small Town Kid. Ég sagði það, ekki spóla tilbaka. Já, Big Small Town Kid. Big Small Town Kid. Bjarni, takk fyrir þetta og þú veist, farið á Spotify, hlusta á Big Small Town Kid. Og farðu síðan að sjóna síman svo leiðan, farðu síðan á vefsíðan eða stand-up records og keypt hann. What if og hérna, já, en hérna þið fengið 2 skilabóð í þessu hætti, eru búin að fá hinn? Nei, við vorum bara rétt að byrja, sko. Já, ok, þið allara, hérna Þórhallur, þú ert með í símaninum næstu vísbendingu að því þið eru að fá 2 í einu, skilur og hérna það í raun bara velunin ykkar fyrir að hafa svarað þarna innispurninginu rétt, óvart. Já, nákvæmlega. Það var ekkert óvart. Ég slóst alltaf af því líka, ég fattaði bara ekki neitt, sko, ég hættir fyrir eftir það. Við komumst upp með þetta í smá tíma. Þeir eru æðislegir, hafa það gott og njóti lífsins. Sömuleiðis, gaman að heyra þér. Takk sömuleiðis. Einhverst. Já. Erðu, sko, þú þarft að á næsta special annarkvæmt að fóra meira all in í einhverju svona bara mjög erfiðum titli eða bara hafa þetta ógeðslega einfalt. Fat! The new special, Fat! Já, nei, ég veit það ekki. En Ari Shafir var að gefa út, eða er að fara að gefa út. Þú ert með svona special líka sem er dálítið, hvað segir maður, þjált? Óþjált. Óþjált, já. Óþjált. Algjör áttukall. Þú ert með þetta, þú ert að reyna að klúðra þessu? Nei, þetta er ógeðslega hérna. Ég skrifaði 1.000.000 eða þú getur segja. Algjörlega 8 ára í Breiðholtinu. Já. Tekin. Algjör áttungur. Náðunum. Áttungur, veistu hvað áttungur er? Nei, ég nefnilega veit það ekki. Þetta er orð sem amma mín bjó til. Ég er að heiðra Hvernig átti ég að vita það? Ég er að heiðra ömmu mína með að nefna sýningunum mína. Ég nefndi sýningunum mína algjör áttungur. Já. Að þú veist það tala að það er til hálfvitar, bara hálft vit. Já. Áttungur er bara maður sem hefur með 1/8 bara það sem virka. Þannig að þú meir en hálfviti, þú ert áttungur. Þú ert áttungur. Já, þannig að amma var alltaf bara, þetta er ykkur áttungur. Og mér finnst það geggja fyndi, þannig að ég bara skýrði algjör áttungur. Algjör áttungur. Og það er bara inn á YouTube núna, ég er búin að var inn í Sjónvarp Símans og var hingað og þangað eitthvað. Setta bara ókeypis inn á YouTube. Yeah baby, go check it out. En já, ég held að áttungur væri eitthvað svona orð fyrir, þú veist, að vera, þú veist, 30 ára eða eitthvað. Ok. Nei, þú veist, ég held að það væri eitthvað svona aldurstengt. Nei, þetta er vitsmunatengt. Hversu vitlis þú ert. Já, ég er svona 1/4. Total idiot. Já. Já. Þannig að næsta special þinn verður Fat. Já. Hvað ætti ég að skýra mitt næsta? Eða sko, ég er búin að vera með sýningu núna sem ég skýri bara Þórhallur. Já. Af því að ég er búin að sjá hvað þú varst að gangi í gegnum. Ég ætla að hafa þetta einfalt bara. Sýningin heitir Þórhallur. Já. Klamydia. Kólabjörn.
Kóala klamyndía. Já. Fólk myndi tjekka því bara, hvað? Kóala klamyndía. Já, ég ekki viss hvort að fólk var eitthvað svona, áhugavert. Þetta er meira svona eitthvað. Ég ætla ekki að tjekka þessu, þetta er hljómar viðbjóðslega. Kóala klammi. Kóala klammi, já, klammi kóala. Já, nú veit ég ekki, sko. Þetta er frekar erfitt að vera svona eitthvað on the fly. Já. En ég fekk alveg hrós fyrir nafnið á minni sýningu, sko. Já, frá mömmuðinni eða? Já, hún var eina af þeim. En þú veist, núna er ég ekki eins og að reyna. En, nei. Þetta er bara eitthvað... Ég var alveg sáttur með. Já, þú veist. Sko, þetta er búin að fara svo fram og tilbaka alltaf, að það er ekki séns fyrir minna heila, að muna í alvörinu hvað það heitir. Nei, þú ert búin að, sko, þú vissir nafnið og síðan ertu búin að djóka of mikið. Já. Ef ég myndi vera bara on the spot þyrfti að svara, annars er ég tekin að lífi ég myndi svona bara, taktu bara í gikkin bara dreftu mig. Gerði ammaðin þetta orð þig? Hún sagði að ég var áttungur. Nei, hún var bara að tala þetta var bara orð sem hún missið þetta eigi tungumál, sko. Já. Hún eins og Klingon. Já, hún bara talar í svona, þú veist, í einhverjum frösum sem hún bara búið til og bara hún ógeðslega fyndin, sko, og einmitt áttungur og bara eitthvað svona. Hún bjó alltaf til gat með köku í kring. Gat með köku í kring? Já. Þetta er rjómaterta, svona hringlót. Já, þú flestir myndi segja þetta er kaka með svona gat í miðinni, en hún bjó til gat með köku í kring. og svo ef það var sólin skein í augun á þér, þá sást ekki fyrir dimmuleysi. Þetta var bara svona gullkott, sko. Já. Hún á alveg gullkott. Sér ekki við dimmuleysi. Vá. Það er mjög fyndin. Þetta er þetta ógeðslega fyndið. Hún er búin að lifa lengur en drottningin. Já, hún er ennþá lífi. Já, þær voru jafngamla. Hún var alltaf ég og Beta, eins og voru vinkonu, sko. Já. Ég og Beta. Nú er Beta farir. Amma er ennþá going strong. Já. Ætlar að Jesús, alltaf hún getur nefnt. Hún sagði alltaf við mig þegar ég var yngri, hún alltaf að vera 100 ára. Ætlaði hún að vera 100 ára? Já, en ég held hún sé hættu við það, af því hún nennir þessu ekki lengur. Nei. Og daginn sagði hún við mig, hún sagði ég var alveg til að vakna dauð, bara svona hlutlega. Gaur, amma mín er búin að segja þetta við mig síðan ég var 12 ára gamall. Ég er ekki að tjóka. Við erum 6 systkinin og svona upp á hillu hjá ömmu voru öll fermingamyndir af öllum systkinum. Og ég var 12 ára. Ég vil deyja frá þér, ég vil deyja frá þér. En þú veist, öll systkinin mín voru röð upp svona í aldursröð og síðan var bara svona empty slot þar sem að myndi mín á þeirra. Og ég eitthvað svona, amma, ég var 11, kannski 12 ára. Svona, amma, þarna verður myndi mín einn daginn. Og hún eitthvað svona, já, ég verði ekki dauð. Wow. Þannig ég byrjaði að vera stressaður bara yfir, ég bara myndi mín og aldrei eftir að komast hann upp og ég held að hún hafi tekið eftir það, hún let svona mynda mér eitthvað og bátnum að safa hann upp, þangað til að fermingamyndin kom upp. En hún er búin að segja þetta við mig í hvert einn skipt sem ég heyri það var bara svona, já, ég voni þetta og þegar COVID byrjaði, hún er þá lifið bara þegar COVID byrjaði bara, já, ég vona að þetta tekur mig bara. Já, bara loksins eitthvað alveg lett í gangi maður. Það bara, hún sagði, þú veist, það er gott að hann sé að hlífa börnunum, en taktu mig bara COVID. Ég ætla að róna að taka í mig. Amma, Jesús, Kristur, ok. Já, hvað er hann? Er hann að taka mótið? Hún var 93 ára daginn, akkurat. Já. Hvað var Elisabeth Danadrún? Amma er semst 96. 96, já. Hún er bara 3 ára meldur en amma þín. Og það eru báðið bara, ég er til að vakna döð. Já. Sem ég fyndi að vakna döður. Hvernig vaknar döður? Já, það er ekki fyrir dimmuleysi. Og mikið magnandi. En já, ég skildi alveg mjög vel. Og ég held líka að það sé að gera þetta, að sé að segja þetta til þess að okkur líði betur. Já. Sko, svo líka bara þurfa að meina það. Vill ekki eitthvað að hafa eitthvað vinsin fyrir mér, eitthvað jarðað fyrir eitthvað bara hendi mig bara hún í hólu, það var marga herði, þú veist þú veist hvað að þig Kelly, elsku ég langar að sína ömmu minn kannski smá virðingu, þú veist fyrir hendur hún í hólu, hún bað þetta þetta er það hún vildi vakna döð og láta henda sér í hólu hendin í skurð Jesús Kristur alltaf við eftir að tala svona einhvern mann já, ég held að
þegar þú ert bara búin að fá nóg að allir, skilur þú ert bara svona Já, við samt erum miklu meira soft heldur en þeirra kynnslóð Já, þessi kynnslóð please, má ég lifa eilífu Já Vill ykkur sjá Hvað með mínar tilfinningar Þú veist, þessi kynnslóð ólst bara upp, amma ólst upp á Torfbæ Já, ok, það er bara hardcore, old school Já, ólst upp, hún var fyrstu 3 árin held ég sín Hún lappaði fram hjá einu svona Torfbæ Já, hún sá einu svona Torfbæ Lappaði inn í hann í svona sem túristi Nei, hún fættist á Torfbæ og svo var þú veist, þannig að kreppan eitthvað 1930 eitthvað herinn kom til Íslands, amma með fullt að sögum eitthvað, hún sá skriðdrega Hún var bak við kreppuna það er henni að kenna Já, þannig fekk Þarna hefur verið fínt að vera með sound effects en það Þórhallur Já, það hefur verið rosa flott maður Það er ekki að snert Þetta er bara, ég held að segja pínu svona eins og orðin fíkn hjá sko. Þetta er smá fíkn, já Þannig að ég held að þú fyrir bara svona, bara cold turkey engir soundeffektar út þáttinn Veistu hvað er fyndið að vera með svona turkey sound akkurat núna? Já, hætta cold turkey Getur þú gert ykkur þína eigin soundeffekta? Þú góður í ykkur svona? Nei, ég nefnilega er ekki góður í þú ert nefnilega, sko, þú upp á sviði ert að gera soundeffekta með allt þetta hérna, tippi mitt Þetta er uppist Ég hef aldrei sagt tippi mitt Já, að þú segir svona eitthvað, já, svo fyrir að ríða alltaf eitthvað svona svo vippa ég árum út svona Hvað, þú, í gæði þá og ég sagði eitthvað, ég skal senda þér hugskeiti þá gerur eitthvað hljóð Já, eitthvað Já, og þú sagðir, já, þetta er eitthvað sem þú myndir segja já. Þetta er potið Þetta er eitthvað sem þú skilur Já, og síðan, myndi ég gera svona og síðan gerður fullkomið Þórhalls hljóð að senda hugbóð Svo, ég elska bara soundeffekta Þetta er eitthvað sem ég er átt af á núna Ég bara elska hljóð Ég elska heimskuli hljóð Getur ekki þú sem fara Og svo ástæðan hverju þú ert pirraður út í soundboardið mitt er að því að ég er að cancela þig út Já Hugsaðu út í þetta Hvaða issue ertu með? Wow Þú gast ekki út þáttinn Átti ég að hætta? Ég sagði, cold turkey, bara hætta Það er heimskulegt maður Þú veist, hvað erum við búin að vera lengi? Við erum bara frá Er þetta ekki bara komið nóg? Já, mér líður eins og við séum ekki byrjaðar en samt löngu búnir Já, þetta var búið áður en við byrjum Ég skemmti mér samt Þú? Já Er þú þetta? Takk Viltu segja eitthvað fyrir ekki? Varst að segja eitthvað? Sko, hérna, þetta með ég ætla ekki að vera að checka á þessari bók núna því ég fekk mynd, hérna, ef við ekki bara gera það í næsta þætti að því búin að vera með eitt hérna Já, var það Mein Kampf eða eitthvað Takk fyrir okkur